ráð eða hvort að vera einhver tiltekið fagráð eða hvort það sé eitthvað tiltekið svið. Það eina sem þetta nefnt eru tveir túlkar sem tala bæði málin á aðkoma þeirra og þó ég dreg að gefa það fólk sér til, þá finnst mér kannski pingu skrítið að útöta þeim einhver hlutverki hér með tillögu sem lögðu fram fyrir borgarstjórn. Það hlýtur að vera hægt að finna einhverja aðra útfærslu af því. En svo alltaf kannski spurningin líka og ég hef stundum fundist að fólk hafi fullmikla væntingar til þess að þetta leysa einhvern veginn öll heimsins vandamál með einhverjum svona sértækum námskeiðum og þetta talsmáti sem ég var víða sérstaklega á Norðurlöndum. En við getum ekki lögum samkvæmt, við getum ekki eins og lögin í dag skylda fólk til þess að sækja svona námskeið, þannig að við þurftum að einhvern veginn að bjóða því upp á það. Og þá nú ekki allur siður unnið með því að bjóða upp á námskeið. Ef að hópurinn segjum að sé 100 manns, þá þarf náttúrulega einhvern veginn að auglýsa námskeið, þannig að fólk komi. Og væntingarnar heimtur í því þurfa ekkert endilega að vera í samræmi við, þess að væntingarnar eru kannski einar, en það ekkert víst að fólk einhvern veginn hafi allt tíma til þess að mæta einhver stund vegna þess að fólk kannski bara að vinna, en það eins og ég áður sagði langt flestir útlendingar á Íslandi þegar á vinnumarkaðnum. Þannig að, og svo verður að nefna það að það eru þegar aðilar sem hafa tekið að sér að sjá svona fræðslu. Rauði krossinn hefur gert það og svo hefur Vinnumálastofnun gegnum tíðina verið með sérstök virkni námskeið fyrir þá útlendinga sem hafa verið á vinnumarkaðinn dottið það út. En þeirra hefur verið minni þörf á undanförnu vegna þess að náttúrulega atvinnuástandið það gott að það er einfaldlega ekki svo staða sem var uppi fyrir nokkrum árum að það þurfti að virkja stóran hóp útlendinga sem Íslendinga inn á vinnumarkaðinn því að þeir eru þar nú þegar. Nú, í öðru lagi þá hér ræða tillögu íslensku námskeið fyrir Kúrda og Araba og ég get nú glatt borgarstjórn með því að leit á heimasíðu Mímis símenntunar leiddi ljós að það einmitt boðið upp á slíkt námskeið á næstu önn 3. og 5. frá 17. til 1920, það samt sérstakt hól þar inni og ég held svo almennt séð að við ættum ekkert í borgarstjórn að hafa skoðun á því með hvað hætti tungumálsskólar að kenna útlendingum íslensku. Þetta einfaldlega eitthvað spurning framboð og eftirspurn og þó að tillögunni sé svona lagt kvartanda því að framboð þarna sé ekki nægilega mikið, þá náttúrulega snýst það bara rauninni fjölda þeirra sem í markhópnum. Þannig að eftir því sem fleiri eru, því með auðveldar sjálfsögðu að manna slík námskeið, menn að það til tungumálsskólar á Íslandi sem eru starfandi fyrst og fremst fyrir Pólverja, en það sá markhópur það stór, en ef að markhóparnir sem ræðir ekki nægilega stórir, þá kannski minni eftirspurn eftir slíkum námskeiðum. En svo hin spurning allt önnur líka, hvort að það sé endilega alltaf æskilegt að kenna tungumál í aðgreindum tungumálhópum og það bara til ólíka skoðunar á því. Ég hef verið í skóla sem ég bjó í Danmörku, þar sem var mikið lagt upp úr því að allir ætti að vera saman og ætti að kenna allt á dönsku en ekki neinum öðru tungumálum, en svo hefur fólk kannski einhver aðra hugmyndafræði og það bara sjálfsagt að það sé viðhaft en ekki að við endilega höfum þá skoðun að við ættum sérstaklega að keppa því að það ætti að kenna þessum tilteknu hópum íslensku í einhverjum sérstökum hóp. Og ég verð að segja að mér finnst skrítið að koma að lesa í tillögu sem lögð fram fyrir borgarstjórn með tiltekin námskeið sé með leyfi forseta ekki nægilega markviss eða skilvirk. Mér finnst það svolítið skrítin dómur að fella vinnu fólks út í bæ hér í borgarstjórn. Ég bara verð að segja það. En ég ætla að lokum þá að lesa tvær bókanir og tillaga mín að þessar tillögur verði felldar og svo fyrri við fyrstu tillögu eftirfarandi með leyfi forseta. Tillaga miðar því að stuðla að því að komið verði á fót námskeið fyrir þá útlendinga sem innan gæsalappa hafa fengið dvalarleyfi á Íslandi og sem eru með atvinnuréttindi en ekki komnir í vinnu. Tilvitnun lýkur, fullyrða má að sá hópur ekki mjög fjölmenn ljósi þess að þeir sem annað borð þurfa atvinnuréttindi fá þau ekki nema að fá vinnu fyrst. Almennt verður að minna á að atvinnuleysi á Íslandi mælist undir 3% og atvinnuþátttaka eldri ríkisborgara hefur alla tíð verið há. Sjálfsagt að leita leiða til að bæta upplýsingagjöf til nýrra Íslendinga og vinna áfram að því með stofnun borgarinnar,
grasrótarsamtökum og tungumálskólum án þess að einblína sérstaklega ákveðna þjóðernishópa eða fólk í atvinnuleit. Og síðan það bókun fulltrúa meirihlutans tillögum íslenskunámskeið fyrir Kúrda og Araba. Samkvæmt heimasíðu Mímis eru íslenskunámskeið fyrir arabísku og kúrdísku mælandi íbúa í boði næstu önn 3. og 5. 17.10–19.20. Fulltrúar meirihluta í borgarstjórn geta ekki að ótöfu máli tekið undir fyrirlíka tillögu textans að framboð námsins eigi að vera meira eða fellt dóma gæði þess. Takk fyrir. Þá hefur Pavel Bartósek lokið máli sínu og kynnt 2 bókanir. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi óskað að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti borgarstjórn. Ég nú bara eiginlega svo orðlaus eftir þessa ræðu borgarfulltrúans Pavels Bartóseks sem virkar á mig eins og þurfti að leita logandi ljósi eða einhverjum efniviði í sitt ansvar og það bara á mörgu, meðal annars fáfræði. Að sjálfsögðu ég að tala fólk sem núna komið með stöðu hér. Það kemur sem hælisleitandi, fær stöðu sem nýr Íslendingur og það akkurat á þá sem að fólki langar til að fara að vinna. Og það akkurat þá sem að hugsanlega vantar einmitt upplýsingar hvernig ber maður sig að. Og það akkurat þá sem skiptir máli að sá sem kemur á slíku námskeiðum eða fræðslu getur raunverulega miðlað þeim upplýsingum til viðkomandi á sínu tungumáli til að byrja með vegna þess að þessir nýju Íslendingar okkar eru að sjálfsögðu eðli málsins samkvæmt ekki komnir inn í íslenskuna. Þannig að já og nei, ég veit eiginlega ekki hvað ég skal segja því það votti fyrir einhver hneykslun hjá borgarfulltrúa Pavel Bartósek yfir þessum tillögum bara mjög bara eiginlega sorglegt því að reyna að tala þetta niður, gera lítið úr þörfinni og ég veit það fyrir víst að það bið í íslensku námskeið. Ég veit það fyrir víst. Ég hef starfað við það að vera með sálfræðiþjónustu fyrir hælisleitundur í nokkur ár. Ég veit að það bið í íslensku námskeið. Ég veit að skipti máli fyrir fólk sem ætlar að koma og sækja hæli hér, sum fá dvöl, aðrir ekki. Það skipti máli að koma sem fyrst inn í málið. Ég veit það líka og ég veit að fólki langar til þess að geta byrja að tengjast menning og þjóð að koma sem fyrst inn í málið. Þetta vitum við öll. Og það sé einhver fámennur hóp, einhver stærðargráða sem skiptir máli í því sambandi. Hvað erum við að tala hér Þá eru bara 2. Þá skiptir það máli að þeir komi sem fyrst á námskeið. Þannig að þarna bara allt tengt til að tala niður allt mögulegt í stað þess að sameinast og segja það bara ok, ef þetta eitthvað sem við þurfum að skoða þá gerum við það og við gerum það með reisn. Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita ansvar. Næsta mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, borgarstjórn. Já, ég var bara veltaði fyrir mér hvað varðandi tillögu 2, hvernig þetta tilkomið. Þetta eitthvað kannski sem að þessir einstaklingar hafa kallað eftir og lagt áherslu á sjálfir eða þetta eitthvað sem mikil bið eftir eða eitthvað því líkt? Og já, ég að reyna að átta mig bara á áherslunni á þessum 2 hópum sérstaklega. Og svo þegar við tölum félagslega aðlögun þá finnst mér greiðlega mikilvægt að við séum náttúrulega meðvituð gagnkvæma aðlögun að við sem að höfum kannski búið hér lengur en þeir sem eru nýkomnir til landsins að við öll sem að vinna að því að bara fagna fjölbreytileikanum og aðlagast því að við erum alls konar og misjöfn. En varðandi tillögu þá númer 8 þá hef ég heyrt að það sé oft auðveldara að læra nýtt tungumál ef að kennarinn talar þitt móðumál og mér finnst þetta þá bara gefa tilefni til að kanna aðgengi að íslensku kennslu
hvernig henni háttað og svona heyra í fólkinu sem hefur farið á slík námskeið, svona kannski hvað gengur vel, hvað má gera betur, bara svona skoða þetta betur. Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið máli sínu, þá hefur Kolbrún Baldursdóttir og Katrín veit andsvar við ræðu Sönnu. Forseti, góða borgarstjórn. Já, þessi tilkomin vegna þess að það hefur myndast það bið. Ég ekki að segja að þessi kannski langur biðlisti, en það hefur verið talað það í viðtölum að það verið að bíða eftir að komast á íslensku námskeið. Og síðan það þannig að þessi námskeið eru kannski með mjög miklum fjölbreytileika, það að segja að það eru hópar víðsvegar og þeir sem kenna þessi námskeið eru kannski ekki mynd að tala móðurmál allar þessara hópa, en þegar maður að byrja að læra tungumál þá skiptir líka máli að setja að útskýra fyrir þér hugsanlega á þínu móðurmáli. Og þess vegna ég að horfa til þeirra túlka sem hafa bæði kannski eitthvað 2-3 tungumál, mörg eru reyndar lík, en geta sem sagt þá útskýrt fyrir fleiri en einum hópi sem situr á námskeiðinu. Og þetta að sjálfsögðu tilkomið, báðar þessar tillögur einfaldlega bara úr þessari grasrót, þar sem ég hef verið að vinna með þessu fólki og það verið að kalla eftir þessu. Þannig að ég hugsaði nú með mér að því að þetta nú ekki bara einhver svona draumur sem að maður dreymir á nóttinni, að ég ætla nú að koma með tillögum þetta, á þess að hafa nokkur stað borið niður, að þá að sjálfsögðu á þetta rætur sínar hjá þessu fólki, og það var nú akkurat þess vegna sem ég var að vonast til þess að þessu tekið með opnum hug og það einmitt þessi hugsun, þetta lítur að tilkomið að einhverju ástæðu, en ekki bara eitthvað út í loftið, en það allavega virðist ekki vera, og ég veit ekki hvort ég er búin að svara báðum spurningunum þínum, en já, þetta held ég líka bara þegar maður er að hugsa svona hversu rauninni lítið mál er að bæta eins úr þessu, að raunverulega gera það og tala ef það er ekki eitthvað sem myndi kosta borgina mikið, ekki það, ég var alveg til að setja meira fé til þess að styrkja þennan hóp og hjálpa honum bara eins og hann þarf. Þetta allt spurningum að gera hlutin á forsendum fólksins sjálfs. Forseti vill minna fólk að verða ræðutíma í andsvöru sem 2 mínútur. Takk til máls. Á mælendaskrá Alessandra Brím, gjör svo vel. Forseti, stjórn, þetta er nú ekki langt hjá mér langaði aðeins að bara forvitnast það hjá frummælanda, því að ég greinlega ég kannski bara ekki lesið tillöguna nógu vel eða eitthvað, en mér finnst allavega eins og í tillögunni námskeiðin eða fræðslufundina þá sé verið að tala fólk með dvalarleyfi og atvinnuleyfi á Íslandi, væntanlega þá bara innflytjendur í hefðbundnum skilningi orðsins sem að koma hingað til að vinna, en í svörunum og í umræðunni þá er meira að tala hælisleitendur, og ég veltaði fyrir mér hvort sé til umræðu hérna, og bara ágætt að hafa þá kannski á hreinu í framhaldinu. Ég vil taka fram að ég er augljóslega fylgjandi því að hafa íslenskukennslu mjög góða, og mér finnst það alveg verið eitthvað sem þarf að gera betur og borgin getur örugglega staðið sig betur í að aðstoða við, en ég held að það myndi fara miklu betur á því þá kannski að ræða hvort að við getum stutta með einhverjum betri hætti eða skipulagt það einhvern veginn öðruvísi eða kynnta betur í gegnum okkar tengipunkta við fólk, en ekki mér líður eins og þessi tillaga sé svolítið svona miðstýringarleg, og mér er ekki góður bragur að ég taka ákveðna tungumálahópa eða ákveðna einstaklinga út fyrir sviga sérstaklega og ákveða hvað ég handstýra þeim einhvern veginn sérstaklega. Mér finnst það bara óþægileg tillaga og ég mun ekki koma til með að styðja hana. Takk.
Alexandra Brím hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn. Nei, það kemur mér ekki á óvart að borgarfulltrúi Alexandra Brím ætlar ekki að styðja þessa tillögur. Hún hefur ekki þurft að vera neitt að staðfesta það hér í pontu í borgarstjórn. Það hefði verið frekar að hinvegin að ég hef orðið mjög undrandi ef svo hefði verið. En sko, hér er ekki verið að ræða þann hóp sem kemur til landsins til þess að vinna, sem komin með vinnu þegar hann kemur til landsins. Hér erum við að tala fólk sem kemur og leita eftir alþjóðlegri vernd sem dæmi, eftir hælisleitendur sem síðan fá stöðu á Íslandi. Þetta fólkið sem fær ekki að vinna meðan að mál þeirra í vinnslu hjá Útlendingastofnun. Sú vinsla tekur öllu jafna 1,5 ár og allan þann tíma getur þessir hópar ekki unnið, er ekki hægt að vinna neitt nema sjálfboðavinnu og margir þeirra vinna sjálfboðavinnu hjá Rauða krossinum. En síðan fær ákveðin hópur fólksstöðu hér á landi og það þá sem atvinnuleitin hefst. Svo ef ég næ að skýra þetta vel út fyrir borgarfulltrúi Alexandra Brím, ég vona það, að ég sé að skýra það út. Og þannig að það sé alveg á hreinu að sjálfsögður hér bara að ræða tilboð að þetta sé boðið upp á þetta, þeir sem hafa áhuga og telja sig þurfa að þeir eiga þess kost að sækja svona námskeið, eina kvöldstund sem dæmi og miðstýringin nú ekki meira en það að þetta bara að ræða tilboð þar sem verða að prófa aðeins aðra nálgun á þetta. Þannig að ég vona að ég sé búin að vera að skýra á þessu en ég skal þá bara koma aftur og útskýra betur. Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Það hefur Alexandra Brím óskað veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti og borgarstjórn, takk fyrir svörin, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Ég ætla samt að ítreka að það einfaldlega þetta annan hóp að ræða. Þegar við ræðum hælisleitendur eða fólk sem umsækjendur alþjóðlega vernd þá erum við ekki að tala fólk sem að sækja dvalarleyfi og atvinnuleyfi. Það öðrum skilyrðum háð. Og ég ætla að minna á það að það ríkið sem sér það að taka á móti flóttafólki eða þeim sem sækja alþjóðlega vernd og það ríkið sem ákveður hvernig atvinnuleyfum þeirra háttað. Þetta í sammála því að við ættum að leyfa fólki að vinna sem komið hingað til að leita sér skjóls og vill taka þetta í samfélaginu. En það ekki borgarinnar að ákveða og það ekki það sem vill umræða hér. Og þar að auki ætla ég bara lýsa því yfir að ég áskil mér fullt frelsi til þess að gera grein fyrir atkvæðið mínu hvort sem það kemur upp á öðrum borgarfulltrúum og óvart eður ei. Takk. Alexandra Brím hefur Baldursdóttir svara ansvari. Ég ekki að tala þann hóp. Ég að tala þann hóp sem kemur hér og leitar eftir dvöl, óskar eftir hæli eins og kallað Stundum það á forsendum alþjóðlegra verndar, stundum eitthvað annað og meðan að mál þeirra til skoðunar hjá Útlendingastofnun þá geta þau ekki unnið neitt og það yfirleitt svona 1,5 ár sem þessi mál taka. Ég hef ekki séð þau fara hraðar í gegn en það, en þeir sem fá síðan dvöl og dvalarleyfi og stöðu hér þá komið að því að þeir fara út á vinnumarkaðinn. Margir þessara, sérstaklega fjölskyldur með börn, hafa verið á vegum borgarinnar hjá félagsþjónustunni og eru semst búin að kynnast sínum félagsráðgjafa þar og verið í tengslum við þjónustumiðstöðvarnar og þarna það þessi hópur sem ég að tala og þetta allstór hópur sem ræðir og sem ég held að myndi græða á svona aðeins persónulegri og einstaklingsbundinni nálgun eins og þessi námskeið eða fræðslukvöld sem ég að tala hér. Ég alls ekki gera lítið úr því sem verið að gera, hins vegar veit ég það að gríða mikið álag á þeim kerfum sem að sinna þessum hópum, þessum námskeiðum og að sinna þessu fólki. Það mikið álag á þjónustumiðstöðunum og félagsráðgjafanum og það mikið álag á Vinnumálastofnun og Rauði krossin að gera sitt allra best og að gera það vel
en þau eru hreinlega ekki að geta annað þessu nægilega hratt og vel eins og ég allan myndi vilja sjá það, eins og ég hef kynnst í úr þessum störfum mínum. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita ansvar. Fleiri ekki á mælendaskrá og verður nú gengið til atkvæða. Allir í salnum. Vantar eitthvað, það vantar engan. Já, Heiða, já. Þá greitt atkvæði lið 2 á dagskránum fyrir framan ykkur. Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins sérstaka fræðslu fyrir innflytjendur. Þeir sem hana samþykkja gjör svo rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti. Tillagan felld. Þá greitt atkvæði tillögu sem númer 8 á dagskránni. Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins íslenskunámskeið fyrir Kúrda og Araba. Þeir sem samþykkja þá tillögu gjör svo rétt upp hönd. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld. Þá gengið til 3. liðar á dagskránni umræða loftslagsbreytingar af mannavöldum að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Og þá tekur til máls Líf Magnúsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og borgarbúar. Við fjölskyldan fórum í sumarfríinu okkar til Englands. Við flugum til Lundúna og keyrðum til Brighton og Bath. Á meðan við dvöldum þar fór yfir mesta hitabylgja í manna minnum. Hitinn fór í 35 gráður. Og það rigndi ekkert þá 10 daga sem við vorum stödd þar. Allir almenningsgarðar voru gulir af skrælnuðu grassi. Í samtali við ungan starfsmann í skemmtigarði sem spurði hvaðan við værum, gönduðumst við með að við í Reykjavík hefðum aldeilis fengið rigninguna þeirra. Hann baði mig vinsamlegast að skýla henni og svo flissuðu við aðeins yfir því hversu fáránlegt þetta væri. En þetta auðvitað ekki bara fáránlegt, þetta blákaldur raunveruleikinn sem við stöndum frammi fyrir. Loftslagsbreytingar af mannavöldum. Og afleiðingarnar af þeim beint fyrir framan nefið á okkur. Þessi suðrænu vindar á okkar mælikvarða og snjólausu götur á höfuðborgarsvæðinu eitt nærtækasta dæmið í þessum töluðu orðum. Og það dylst engum sem vill vita hvað það sem veldur þessum breytingum og orsakar öfgari veðurfari, bráðnun jökla og hækkun sjávarborðs sem hafa bein áhrif á allt lífríkið með margvíslegum hætti. Og það losun gróðurhúsalofttegunda. Það kolabrennsla, það kolanámugröftur, olíubrennsla og olíuframleiðsla, stóriðja, iðnaðarlandbúnaður, landflutningar, landfyllingar, skógareldar og eyðing hitabeltisskóga, flug- og bílaumferð, bráðnandi sífreyri og uppskerubruni. Svo þetta helsta sé talið upp. Og meðan við takmörkum ekki með stórfelldum hætti eða hættum alfarið losun og notkun, þá heldur þetta bara áfram að versna. Heimurinn verður ekki lífvænlegur. Við munum horfa upp á óafturkræfar hörmungar og komandi kynslóðir verða verst fyrir barðinu. Og nú kann einhverjum sem hlýða að þykja ég bölsýn og dramatísk, en svona verður þetta ef við tökum ekki höndum saman að breyta því hvernig við umgangust umhverfi okkar og heiminn. Við stöndum andspænis þessum dramatísku breytingum og þær kalla á róttækar lausnir og áþreifanleg viðbrögð okkar og árangur. Og þetta getum við öll verið sammála og þetta eru vísindamenn sammála. Og á þá eigum við að hlusta. Ágæti forseti. Nú nýlega var haldið loftslagsráðstefna í Katowice í Pólandi sem 25.000 manns sóttu, fulltrúar 200 landa.
Viðræður hingað til hafa ekki verið einfaldar eða auðsóttar og voru það svo sem heldur ekki í Katowice. En þó náðist lending veigamikil atriði þó vissulega hefðu mátt vera róttækari. Og það í rauninni stórmerkilegt að við höfum getað sammælst þá stefnumörkun sem birtist í Parísarsáttmálanum að hækkun hitastigs verði ekki meiri en 1,5 gráða á Celsius. Og það hefur Ísland skuldbundið sig í að gera og Reykjavík leggur vitaskuld sitt af mörkum því borgir gegna lykilhlutverki að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins. Og undir þessum lið umræðunar þá fylgdi skýrsla IPCC sem eru eins konar alþjóðleg samtök stjórnvalda loftslagsbreytingar eða Intergovernmental Panel on Climate Change. Og hún í raun samantekt fjölmargra vísindagreina og rannsókna sem eru unnar af okkar færustu vísindamönnum. Og skýrslan gagnleg þó niðurstöður hennar séu ekkert fagnaðarefni. Hún dregur fram ólíkar sviðsmyndir, bæði hvernig heimurinn kemur til með að líta út ef hann hitnar 1,5 gráðu og 2 gráður. Og svo ég renni stuttlega yfir skýrsluna, þá útskýrir kafli A í stuttumáli hvað loftslagsbreytingar eru. Kafli B dregur fram ólíkar sviðsmyndir og áhættuna sem þeim fylgja og kafli C bendir á hvaða lausnir og leiðir eru færar. Í kafla D síðan tengt við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem eru 17 talsins. Og ég ætla svo sem ekki í ræðu minni að fara í þaula yfir skýrsluna, en mig langar að benda á nokkur atriði sem sýna fram á þann alvarleika sem við stöndum frammi fyrir. Og eins og ég sagði áðan að þá dregur skýrslan fram ólíka sviðsmyndir hlýnun jarðar 1,5 gráður Celsius og 2 gráður og setur áhrifin meðal annars í samhengi við lífríkið og líffræðilega fjölbreytni. Í B-hluta númer 3.1 segir að þeim 105.000 tegunda sem voru rannsakaðar þá gera spár ráð fyrir að veðurfarslegs lífsskilyrði 6% skordýra, 8% plantna og 4% hryggdýra breytast eða glatast á helmingi búsvæða þeirra vegna loftslagsbreytinga mannavöldum. Þegar hitastigið hækkar 2 gráður, þá hækka þessar tölur og verða 18% skordýra, 16% plantna og 8% hryggdýra. Og þetta eru á ári. Og sömulegis líklegt að áhrifin aukist enn frekar því þegar hitastig hækkar þá eykst hættan á skógabruna eða þurrkum sem sannarlega hafa áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika. Á öðrum stað þá talað eyðingu kóralrifja. Hækki hitastigið 1,5 gráður þá má búast við að hnignun þeirra verði 70–90%. Og fari hitastigið við 2 gráður þá getur hnignunin orðið nánast alger eða 99%. Og eins og þau öll vitið þá gegna kóralrif lykilhlutverki við hreinsun á vatni og hringrás vatns, viðkomu fiska, vernd strandsvæða og þau vinna gegn jarðvegsmengun. Tilvist þeirra í bráðri hættu. Eyðing þeirra hafin og orsakirnar eru loftslagsbreytingar af mannavöldum, hækkandi sjávarhiti og súrnun sjávar og mengun. Og skýrslan fjallar líka áhrifin á vistkerfi sjávar í heimshöfunum. Rannsóknir á fiskveiðistjórnunarkerfum allan heim gefi skyn að við hækkun hita í 1,5 gráður mun veiði dragast saman árlega 1,5 milljón tonna. Við 2 gráður yrði samdrátturinn 3 milljón tonn. Og til samanburðar þá var heildarafli Íslendinga frá 2015 til 2016 1 milljón tonn. Og þetta eru hræðilega niðurstöður gangi spár eftir. Og þó maður verði dapur og vonlaus og þykir þetta töpubarátta, það samt von. Þróuð ríki verða að axla ábyrgð og vera í fararbroddi til að ná kolefnishlutleysi fyrr en áætlað Á vettvangi Íslands þá var markmiðið sett 2040 og það gerum við líka í loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar. Og ef við erum iðin og róttæk þá náum við kannski kolefnishlutleysi fyrr. Forseti, sjálf var ég í Katowice og fylgdist með umræðum fólks hvaðanæf úr heiminum. Ég átti í samtölum og fræddist. Ég heyrði reynslusögur frumbyggja Brasilíu og Sama sem að missa heimkynni sín og menningu og ég táraðist yfir þeim raunveruleika sem þjóðir heim standa frammi fyrir og þá sér í lagi fólk sem skilur ekki eftir sig sótspor, það mengar minnst
en verður verst fyrir barðinu á loftslagsbreytingum. Það eru iðnríkin, það eru ríki sem búið yfir efnahagslegri velsæld, það eru vestræn ríki og þetta fólk það verður fyrir barðinu á athöfnum okkar á Íslandi. Og krafturinn sem ég fann í Katowice, hann var ósvikinn. Hann var ástríðufullur, hugdjarfur og hávær. Það var ákall róttækar breytingar og byltingu á viðhorfum. Við þurfum nýtt kerfi sem ekki drifið af blindum kapitalisma, heldur mannúðlegt kerfi sem tekur tillit til mannréttinda og náttúru og sjálfbært. Og þær raddir voru vissulega hávarastar, þó vissulega mátti líka heyra úrtölu raddir. Forseti, og eftir situr alltaf spurningin, hvað getum við gert? Hvað geta borgir gert? Hvað geta fyrirtæki gert? Grasrótarsamtök, bændur, útgerðarmenn, stjórnvöld, við öll. Og það nefnilega ótal margt, rétt eins og þessar aflengar eru alfarið á okkar ábyrgð, þá eru aðgerðir til að sporna við henni og koma í veg fyrir óefturkrafa breytinga það einnig. Og hér á vettvangi borgarinnar þá hefur farið fram margvísleg stefnumörkun. Fyrst ber að nefna loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar. Hana þarf reyndar að endurskoða og ég mun leggja það strax til á nýja ára að við ráðumst í þá endurskoðun. Hún í grunni mjög góð og eftir henni farið, en eins og með allar stefnir þá þarf að taka hann upp og mæla árangurinn og setja hann í markmið. Aðalskipulagið tekur einnig á fjölmörgu sem snerti þau verkefni að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Og þar má nefna þéttingu byggðar og stefnu almenningssamgöngur. Og í aðalskipulaginu er fjölmargt annað en ég læt það liggja milli hluta í þessu. Við erum líka með mannréttindastefnuna, við erum í hjólaborgina, við erum stefnu líffræðilegan fjölbreytileika, aðgerðaáætlun aðlögun að loftslagsbreytingum og margt annað. Og það sem ég langar kannski að segja að lokum, þó þetta umræðuefni sé vissulega ekki tæmt og við munum taka aftur upp hér á vettvangi borgarstjórnar, þá ef þið viljið snjó í desember, þá er það okkur kappsmál að ná kolefnishlutleysi. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, það er náttúrulega grafalvarleg staða sem við stöndum frammi fyrir og þurfum að bregðast hratt við. Og ég vil bara fagna orðum borgarfulltrúa Lífar Magnúsdóttur svona gegn kapitalisma. Það er svona ýmislegt sem er hægt að ræða í þessu samhengi, en mér finnst mikilvægt að við séum svona meðvituð þetta stóra samhengi. Og ef við lítum svona heilt yfir á alþjóðavísu þá hefur verið talað að 100 fyrirtæki beri ábyrgð á 71% losun gróðurhúsalofttegunda. Og þetta sem sagt fyrirtækin sem að framleiða jarðefna eldsneyti og þar eru olíurisar ofarlega á lista. Og þannig ég náttúrulega sé þetta í samhengi svona kapitalíska markaðshagkerfisins og svona neysluvenjum því tengdu. Og við þurfum að leggja áherslu á kapitalismann, taka völdin af honum svo hann get ekki mótað lífstíl okkar á svo áhrifaríkan hátt. Og ef við lítum til dæmis til Frakklands þar sem að mótmæla aðgerðir hafa verið að eiga sér stað vegna fyrirhugaðra hækkana á díselverði eða svona díselskattur. Og þarna í viðleitni við að hafa jákvæð áhrif á loftslagsmálin þá virðist hugsunin hafa verið svo að velta kostnaðinum yfir á hina verst settu sem geta síst borið hann, sem er það fólki sem að sinnir þessum störfum. Þannig að mér finnst bara gríðarlega mikilvægt að við séum mjög meðvituð hvert við beinum þá sjónum okkar í slíkum aðgerðum ef við skuldum koma þeim á eða eitthvað í líkingu við það. Ef við lítum svona til borgarlandsins og það sem við getum gert hér sem borg, að þá náttúrulega finnst mér gríðarlega mikilvægt að leggja áherslu á almenningssamgöngur og við náttúrulega eflum þær.
og þó að það sé unnið að hágæða kerfi almenningssamgangna í framtíðinni þá þurfum við samt sem aður að efla almenningssamgangna núna og ég til við getum gert það miklu meira krafti en við erum að gera og svona sem strætónotandi sjálf sem treystir á strætó á ekki bíl þá svona ýmislegt sem maður rekur sig á sem væri hægt að bæta og þetta er ýmislegt sem ég heyri líka hjá öðrum strætónotendum. Þannig að við ætlum að reyna að fá fólk til að nota almenningssamgöngur í framtíðinni að þá þurfum við náttúrulega að gera þær samgöngur svona eftirsóknarverðar og kostur sem að fólk kýs og ég held að sé besta staðan til að gera þá þjónustu svona sem fýsilegan kost að þá auðvitað getum við hlustað og leitað miklu frekar í raddir þeirra sem að treysta á almenningssamgöngur í dag. Það hefur verið mikið tala um samráð og samtal við notendur og ég held að þetta sé eitthvað sem við hefum gjörsamlega verið að leggja miklu meira áherslu á. Tala meira við fólki sem að notar almenningssamgöngur í dag, treystir á þær og ég held að sé ýmislegt þar, stórt og smátt sem að við getum lært af og innleitt í því að byggja upp góðar, betri almenningssamgöngur þó að það sé þetta markmið okkar allra hér, trúi ég, að byggja upp góða þjónustu. Þá viljum við kannski bara heyra endilega meira í fólkinu. Og mér finnst svona að við getum ekki einhvern veginn litið á að tilkoma borgarlínu í framtíðinni svona leysi kannski eða svona leiði til þess að sjálfkrafa að fari miklu fleiri að nýta sér almenningssamgöngur þó það geti þetta átt sér eigi við í einhverjum tilfellum. Þá svona þurfum við að hugsa hvernig ætlum að koma fólki í samgöngunar og gera þetta svona spennandi. Margir tala til dæmis hátt verð í strætó, núna er það 460 krónur og eftir áramót þá er fyrirhugað að hækka upp í 470 krónur, ekki mikið fyrir marga en mikið fyrir suma. Það er hægt að kaupa alls konar svona afsláttarkort, til dæmis nemakort og það er hagstæðara en þá þarf að staðgreiða nemakortið. Það er hægt að skipta því en síðast samkvæmt minni bestu vitund og þá skiptir maður greiðslunni með vísakorti sem felur þá í sér auka kostnað við að skipta greiðslunni. Þannig að það getur verið svona stór biti fyrir marga og þannig að ég held að sé alveg ýmislegt sem við getum skoða til að svona auðvelda aðgengi fólks þá að þáttöku í almenningssamgöngum. Og svo svona annar liður sem ég myndi aðeins vilja tala í þessu samhengi. Hvernig borgin getur unni gegn svona auknum loftslagsbreytingum af mannavöldum, hvort það sé að kanna það að færa ræktun inn í borgarlandið, færa ræktun að nær fólkinu sjálfu sem að hefur áhuga á því, svo fólk geti rækta matinn sinn. Það væri kannski hægt að byrja á kartöflum og grænmeti og þetta hefur verið kallað á ensku með leyfi forseta svona urban farming sem mætti sannlega þýða sem borgarbúskap. Þetta væri þá kannski eitthvað svona í líkingu við skólagarðan nema meira það sem að ræktunin og dreifingin fer fram í borginni. Við myndum þá sannlega þurfa að auka aðgengi að görðum svo fólk geti rækta sjálft. Við getum þá stuðlað því og jafnvel hvatt fólk til að rækta og að borgin, hún væri ekkert að sjá þetta endilega sjálf, heldur meira svona vera opin fyrir því að ef að fólk hefur áhuga að rækta þá sé hægt að breyta einhverju svæði sem henti þá til þess og þetta eru svona helstu áherslu þættirnir. Bara, já, þetta þurfum að bregðast við. Takk. Þá Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sínu og næstur óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Aldnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilreynendur. Það alveg ljóst að kolefnismagnið í andrúmsloftinu fer vaxandi á hverju ári. Það ekki það deilt. Og
hlýnun jarðar og loftslagsbreytingar tengjast gróðurhúsalofttegundum. Sú mynd sem blasir við frá Katowice og frá París, hún er mjög dökk og ef að ekkert verður gert nema það sem er búið að ákveða þá lítur þetta ekki vel út. Það er algjörlega óumdeilt og það er líka skrítið að horfa upp á það að ári eftir að menn eru í París að samþykkja markmið að þá verða menn afturreka með kannski bara brota því sem átt að gera. Það átt að leggja miklu hærri kolefnisgjöld og það gengur ekki upp að leggja bara kannski 10% af þeim eftir að mótmæli komu og forseti Frakklands bakkaði með það. Þar með er tónninn gefinn ansi víða, held ég. Það er nógu erfitt að ná samkomulagi en ef menn síðan geta ekki framkvæmta þá náttúrulega verður ekkert úr því. Nú við skulum taka þessu umræðu eins og hún á að vera, hún er global, það er að segja hún er alþjóðleg, hún er ekki staðbundin. Þetta snýst gróðurhúsalofttegundir, oftast eru talað um CO2 eða kolefnisspor, en það er náttúrulega aðra lofttegundir. Það er magn þeirra í andrúmsloftinu á heimsvísu sem skiptir máli og framlag Íslands og Reykjavíkurborgar getur verið margvíslegt. Við höfum náttúrulega náð frábærum árangri með endurnýjanlegri orku, vorum með stærstu hitaveitu í heimi hérna lengi vel, þangað til að Peking fór fram úr okkur með íslensku hugviti og við höfum líka náð árangri með endurnýjanlegri, náttúrulegri raforku og við höfum að vera stolt af því starfi og Orkuveitan hefur verið að ná líka árangri með því að binda núna kolefni og þetta er allt saman mjög jákvætt, en við getum gert miklu meira. Ísland getur gert, ef við tökum kannski 5 stór atriði, nýta endurnýjanlega orku, það er það sem við höfum gert betur en aðrir. Endurheimta votlendi, og það er náttúrulega á landsvísu, mjög mikið sem væri hægt að gera í því. Vernda grænsvæði, rafviða samgöngur og stytta ferðatíma. Og borgin getur gert mikið í öllum þessum 5 atriðum. Og það er kannski mikilvægt að við horfum á hvað til okkar Fríðar heyrir. Það hefur eitthvað verið gert á síðustu árum, en að mínu viti ekki nógu mikið í þessum atriðum. Orkuveitan hefur verið að binda kolefni og verið